Ákváðan að berga þessu. Aftur hún. En Þróttar mjög öflugur í blokkinu hérna hjá Þrótti. Í uppgjöf og setur hann beint í gólfið. Staðan orðin 15-8. Eins og staðan núna virðist bara Þróttar að vera sterkari. Sigurður yfir. Þróttar ná að nýta það eða hvað. Arnúrsmassasum en úti. 16-8. Þessi úti, já. Níu 16. Skipting á Káa. Eyrún kemur inn. Í staðan fyrir Halldóramarketi. Fer í uppgjöfina. Setur þennan í neti. Ofta er þetta að koma svona beint inn í uppgjöfin. Það er leikmaður númer 4 hjá Þrótti, Hrafnhildur Ásta sem fer í uppgjöf. Já. Káa kemur þessum yfir. Já. Káa í smandra mótíkunni. Staðan orðin 9-18 fyrir Þrótturum. Svona erum við þá aðeins að vesenast í tæknimálunum með okkur. Þetta er í vesenni. En það er eitthvað sem vonandi kemur til með að batna hjá okkur líður á veturinn. Fyrsti leikur. Þróttar eru bara verið að störa tölvöld sterkari. Staðan 9-19. Hrafnhildur Ásta er enn í uppgjöf. Móti Gáða. Eyrún er komin í uppspilið núna fyrir Káa. Já, flott vörð til Káa. Komið þessu yfir. Hann spilur upp. Já. Ok, sísta dæmt þarna. Jónsdóttir fer í uppgjöf fyrir Káa. Gekk ekki alveg upp hjá henni. Ekki þetta skipti. Þróttar að gera breytingu. Anna Karen Margúsdóttir kemur inn á. Í staðan fyrir Maríu Guðmundsdóttir. Annars spilur við Þrótti. Á hana Pólu Gómez sem gerir þetta virkilega vel.
gríðarlega öflugur spilari. Petur Ásta ennþá í gjöfinni. Margir þetta vel. Ágætt að spila upp Eyrúnu líka. Það með nokkuð háastan blokk núna. Mikið breytingu hjá K.A. Andrea Þorvaldsdóttir kemur inn á fyrir Eyrúnu Júlíu. Kemur beint í uppgjöf. Þannig að Sigurbergur væntanlega hún hafði verið stigið út af þegar uppgjöfin var gefin. Það er sér leikmaður hjá Þrótti. Staðan 12-21. Önnu. Ekki bara Pála Gómez í uppgjöf fyrir Þrótt. Fín móttaka K.A. Svolítið nálægt netinu. Það var ekki alveg að smasa. Þróttar skora 23. stigið. Pála Gómez ennþá í uppgjöf. Fín móttaka Helgu. Þarna. Gott massi á henni. Henni Marju. Jóma. Er í uppgjöf. Helga. Sveitar hennar. Vel bergað Þrótti. Hans passar þessu, vel Eymar. Dæma þetta touch hana. Sem að þjálfari Þróttar hafi verið ánægður með það. González. Þessi er í netinu. Það er Jómu. Og leikmaður nummer 2 Vanda Jónasardóttir kemur inn í uppgjöf fyrir Þrótt. Streamer. Stínu og hún klárar það og staðan því orðin 2-0 fyrir Þróttnes. Vinna þessar hennu líka nokkuð þægilega. K.A. stelpur svona aðeins að taka á því. Ég er eiga séns í riðli 3. Þróttar að spila þetta vel. Á meðan þjálfarið gefa leikmennu góð ráð. Sorry. Hann er í gangi, sko. Ég er bara sveitarlegur.
Við erum komin aftur í þriðju hrynu. Komin aftur í þriðju hrynu. Já, ok. Hvert er það að keyra? Já, hvernig hún getur með þróast. Erum við ekki að fara heim? Fótum. Anna María, þriðjögjöfur í Þrótt. Helga Guðrún með góða móttöku hana. Eyrún. Bardísu. Virkilega gott mass, sýndist að vera leikmaður með 10. María Guðmundsdóttir sem átti þetta smass. Það verði áfram í uppgjöf fyrir Þróttara. Missa boltan yfir hana og Þróttar láta ekki búið sér þaðsvísar. Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir skilar þessu örugglega niður. Það er virkilega öflug í dag. Anna áfram í uppgjöf. Arnur móttöku. Gaman er í pínum vandræðum í sókninni á sér. Staðan er 3-0. Anna María áfram. Það er að missa þessi boltir. Staðan er 4-0. Byrjar ekki ná vel fyrir Káa. Er ekki ná neitt í sókn svo er. Áfram halda vandræði Káa, en virkilega góð röggjar hjá henni Önnu Maríu og Káa tekur leikli. Í stöðunni 5-0. Það er svona að reyna ná 8. Munið síðan á kallaleiki sem hefst svona bara fljótlega eftir að kvennaleikum lýkur. Stað 5-0 fyrir Þrótti. Anna var í uppgjöf. Káa er ekki ennþá ná sókn í þessum fyrstu 5 stigum. Erfiðar uppgjör hjá Önnu líka. En það verður þær í vandræði með uppgjörðan hjá henni. Anna aftur í uppgjörð. Þessi er úti. Ekki að ná alveg Káa-stefnurnar, ekki ná uppstillu sóknum eins og það myndu kjósa. Káa gerir skiptingu. Heiðrún Júlía kemur út af og leikmaður nr. 18 Nilna Rún Björnsdóttir kemur inn á.
nálægt netinu. KR í vandræðum. Staðan orðin 8-0. Það er ekki það sem þær ætluðu sér sjálfst í upphafi þessari línu. Það var góð sókn KA, góð vörn hjá Þrótti í samskæfi. Og staðan orðin 9-0 fyrir Þrótturum. Og við töluverðum vandræðum. Þróttur eru lítið af hlutunum eins og stendur. Anna, vel spilað. Og þá kemur hann. Og hann er nýjum. Hartunum fyrir uppgjöf, fyrir KA. Massanna, vel gert, flott varni á Þrótti líka. Já. Ok, þetta var að fá meira dæmt á tvíslæði þarna. Sjálfsagt hefur eitthvað til síns Málsanna, sammála honum með það. En ekki það að staðan var 1-10, þannig að það er sjálfsagt. Skiptir meira máli að það er aðeins jafnara. KA er ennþá í töluverðum vandræðum með móttökuna á sér. Ná þar alveg engu sóknum. Heiðrún Elisabeth er í uppgjöf og KA tekur leikli í stöðunni 11-1. Komin aftur, staðan 11-1 fyrir Þrótturum. Og Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir í uppgjöf fyrir Þróttum. Smá vandræði á riddaraborðinu. Svo stundu vill gerast. Æði oft sem
leikmaður nummer 5 hjá Þrótti, Polo Gómez sem klárar þetta vel. Áfram ykki hún Heiða Elisabeth. Skila þessu vel niður. Staðan 13-1. Og Heiða Elisabeth áfram í aukju. Þetta var vel gert hjá. Kosti hjá Káa til töluverða barðu. Og leikmaður nummer 4 fyrir Þrótt fyrir aukju, Hrafnhildur Við erum hvað aftur. Smá vesen á Riddarabólnum. Þessi er úti hjá Maríu og Káa skorar 4. stigið sitt. Og Jóma fyrir í aukju. Þetta kemur að þýrólautunum.
Já, sigur í lótið. Og með þetta stig, 5-17. Og ég má áfram í uppgjöf. Já, þá gekk þetta ekki upp hjá Þrótturum sem hefur gengið svo ljómandi vel í leiknum eða á Særunum. Ég má áfram í uppgjöf. Þessi rúti. Hann dæmir net, hann sigurbrigðandi. Og Þróttarar gerir skiptingu. Úti við leikmaður nr. 10, María Guðmundsdóttir og inn á kemur Anna Karen Magnúsdóttir. Spákur í uppgjöf, það er þá leikmaður nr. 19. Staðan er 18-6. Þetta var gott sem að sjá. Þetta var Maríu. María uppgjöf, Anna tekur á móti þessu. Anna fyrir sjálfið smassið og neglir hann í hornið. Ekki bara góðu spilari, þetta er smassari líka. Eins og þeir eru reyndar mjög margir. Nei, ég segi svona. Paula Gómez í uppgjöf og þessi er dæmdur úti. Alveg sem að Hannes línuvörður er örugglega með það allt á hreinu, ef það ekki er rétt. Og í uppgjöf fyrir KF er Ásta Lilja Harðardóttir. Fyrirlið. Uppgjöf henni, en góð móttaka. Og haukablokka Þrótturum. Þróttur gerir breytingu. Vanda Jónsdóttir kemur inn á fyrir Særunu Birtu. Beint í uppgjöf. Gáði kemur þessi yfir. Smá vandræði samt. Virkilega vel gert hjá Þrótturum. Hrafnhildur Ásta. Vel gert hjá henni. Og staðan á henni 28. 21-8 fyrir ekki. Vanda áfram í uppgjöf. Þessi fór af Helgu og út af. Vanda áfram í uppgjöf. Já, þarna var smá. Já, býnur smekar hana. Og 3-8.
Sinniði hjá henni Vöndu og kemur það inn á og í uppgjöf virkilega vel gætt á Þrótturum, touch út. Það matchpoint hjá þeim. Anna-María í uppgjöf fyrir Þróttura. Það kemur fyrir móttöku hana. Virkilega gott smass hana. Virkilega gott smass hjá Jómu. Hardur hún í uppgjöf. Þessi er dæmdur úti. Svo veit ekki alveg hvað merkivalur að nota hana, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Öruggur sigur Þróttara í dag. 3-0. Það sem hefur verið stust vera bara töluvert sterkari. Þróttarar. Fyrsti leikur og næsti mættilega K.A. og sjálfsagt báðanliðum. En Þróttarar bara töluvert sterkari allan leikinn. Við minnum síðan bara á kallaleikinn sem hefst eftir smá stund. Það er sagt örgulega góður hálftími, 40 mínútur þangað til. Við ætlum að vera með útsendingu fyrir honum líka á eftir og teljum að tæknimálinn séu komin vonandi í lag. Við slökkum þessu útsendingunum núna og komum inn aftur eftir hálftíma eða svo. Takk fyrir okkur í bili.